Tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti. Frá því greiningardeild ríkislögreglustjóra hófst starfsemi 2007 hefur deildin reglulega lagt mat á umfang skipulagðrar glæpastarfsemi í landinu. Hin seinni ár hafa skýrslurnar verið opnar almenningi. Tvær síðustu skýrslur eru frá 2017 og sú nýjasta frá 2019. Þar er varað við sívaxandi áhættu af skipulögðum glæpahópum hér á landi og í skýrslunni 2019 var áhætta metin gífurleg, sem er hæsta stig áhættu. Þróunin á ekki að koma á óvart. Lögreglan hefur lengi varað við henni. Skipulögð glæpastarfsemi lýsir sér samkvæmt skýrslu deildarinnar frá 2019 helst í brotum eins og dreifingu, framleiðslu og innflutningi á fíkniefnum sem hefur í för með sér margvísleg neikvæð áhrif á samfélagið, t.d. ofbeldi, nauðung og misbeitingu af ýmsum toga. Skipulögð glæpastarfsemi er fjölþjóðleg í eðli sínu og teygir sig yfir landamæri. Í skýrslunni segir að svo sé einnig farið hér á Íslandi. Þá segir að í rannsóknar lögreglu leiði í ljós að skipulagða misnotkun erlendra afbrotamanna og hópa á opinberum þjónustukerfum á Íslandi og upplýsingar bendi til þess að brotalemir sé að finna í opinberum kerfum hins opinbera. Síðan segir, með leyfi forseta: fjöldi og umsvif, stærð og styrkur skipulagðra hópa afbrotamanna á Íslandi fer vaxandi. Og svo áfram: hóparnir halda uppi skipulagðri brotastarfsemi á Íslandi sem er í senn víðfeðm og ábatasöm. Og loks segir: ljóst er að samfélagi á Íslandi stafar mikil ógn af starfsemi skipulagðra glæpahópa. Miðflokkurinn hefur bent á þessa þróun í mörg ár og ég efndi til sérstakrar umræðu um málið hér á Alþingi snemma árs 2018. Efla þarf lögregluna, herra forseti, auka rannsóknarheimildir og styrkja rannsóknarúrræði og renna styrkari stoðum undir landamæragæslu og eftirlit. Við stöndum á nokkrum tímamótum í þessum alvarlegu málum. Því tel ég að nauðsynlegt sé að taka mark á ábendingum lögreglunnar og hlusta á lögregluna. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir.